Sigursteinn, þetta heppnaðist ekki í dag? Nei, við vorum bara því miður að spila þessu algjöru kettlingar í dag og bara þetta heppnaðist ekki og þú veist, málið það, ég bara vinner í eðli mínu, það vantar í strákar, þetta vinner attitúd og menn eitthvað grenjandi þessu eitthvað kettlingar þetta eitthvað leiki, menn bara að vinna þessa leiki, bara mjög einfalt. På Skaga voru bara leikir unnir og ekkert helvitis kjátaði. Málið það, í leikum í dag voru menn alltaf bara ekkert að vinna, það var vandamál. Menn voru ekki til í slaginn og menn voru ekki að hreyfa sig nægilega mikið og reynum að segja að menn bara verið svo dottið að innan, það var bara einfaldlega hreyfðu hvorki legg né lið. Hvað segir þú við þessu, Doddi? Þetta var lengsti spretturinn í leiknum hjá mér, held ég. Í sumar bauðst Breiðhyltingurinn og heljarminni Kristinn Óskar, betur þekktur sem Boris, til þess að nudda Leiknisliðið. Boris hefur lengi verið sterkasti maður Íslands og því má segja að það hefur runnið á andlit okkar manna 2 grímur þegar hann mætti í klefann. En þarna sannaðist til fólkvenna að ekki má alltaf dæma bókina af kápunni. Þú! Komdu á bekkinn. Ha? Ég? Buxur! Af! Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. Ég held nú að fleiri myndu mæta hérna. Ég átti vona á allt í beinni og fleirum. So take the photo
photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Þarna fór ég Laxalíf. Dóri, Já. var þetta ekki á Fjölnisvelli? Jú, það held ég alveg klálega.
Sævar Óskar að spila fóssi. Við sjáum bara barðið. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the